Þegar við erum að vinna með líkur, þá erum við ofta að vinna með spil. Og þá þurfum við að vita að það eru 52 spil í spilastokk, 4 sortir, 4 spil, 4 fjarkar, 4 fimmur, 13 spaðar, 13 hjörtu, 13 lauf og 13 tiglar. En hvað ef ég dreg spil? Já, þá þarf ég að vita hvaða spil eru í boði. Er ég með allan stokkinn, eða er ég bara með hjörtun, eða er ég bara með einhver ákveðin spil eins og ég er búin að stilla upp hérna. Þá þarf ég að hugsa, og spurningin er, hver eru líkurnar á að draga 2 drottningar í röð? Að draga drottningu og svo aðra drottningu. Og þá skiptir máli að átta sig á því í textanum, er ég að skila á milli? Ef ég á að draga 2 í röð, þá ætla ég að halda á 2. Og ég ætla ekki að skila. Stundum er erfitt að lesa út úr textanum með þetta, en yfirleitt stendur að það er skilað eða ekki skilað. Því að ef ég skila, þá þarf ég bara að telja. Það eru 1, 2, 3, 4 drottningar og þetta eru 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, þetta eru 12 spil. 4 á 12. 4 spil sem uppfylla skilyrðin, það eru 12 spil allt í allt. Það er 1/3. En hvað ef ég skila ekki? Þá þarf ég að rekna fyrst hvernig fyrri drottningin er. Það er í raun, bara yfir höfuð að fá drottningu, eru 4 af 12 sem ég get stytt niður í 1/3. Þannig að ég ætla að byrja með 1/3. Og að því er að gera í röð, þetta, muniði og var sinnum eða var plús. Þetta er og, að því er að gera aftur. Og nú skulum við gefa okkur, ég dró drottningu og ég held á henni. Og svo ætla ég að draga annað spil. Er þá aftur 1/3? Nei, það eru bara 3 drottningar eftir. 1, 2, 3. Því ein er farin, ég tók hana. Og hvað eru mörg spil eftir? Jú, 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Þannig að líkurnar hérna eru 3 á móti 33 og ég get stytt út þristana eða deilt með 3 hérna aftur. Þetta er 11. Þannig að ég þarf að sjá fyrir mér eða hreinlega að teikna upp hvað er ég með og sjá fyrir mér hvað fer í burtu og hvað verður þá eftir. Því að það er ekki bara þannig að drottningarnar að þeim fækju meina, heldur fækkar spilunum í bunkanum líka. Ef þið verið með heilan spilastokk þá hefði þetta verið 3 af þá 50, 4 af 52 hérna sem myndi styttast í 1/13. Og hér hefði ég verið þá með 3 af 51. Ég 51 spili og það hefði gefið mér alltaf niðurstöðu.